Skulum reikna dæmi 190 og okkur er gefið eftirfarandi: á ferðamannastað eru 100 manns, 25 Íslendingar, 20 Ítalir, 15 Japanir, 15 Danir, 13 Írar og 12 Frakkar. Og ég er búinn að setja þetta hérna upp í töflu bara svona til hliðar, bara þægilegt. Og í A-lið, nú er einn ferðamaður valinn að handahófi. Hver eru líkurnar á að heiti lands hans byrji á bókstafnum Í? Þannig að það eru nokkur í boði. Við skulum bara mála þetta aðeins til að byrja með. Það er Ísland, það er Ítalía og það er Írland. Nú vitum við sem sagt hvaða lönd falla þarna undir þessa skilgreiningu sem þetta byrja á Í. Nú skulum við finna líkurnar. Þannig að við myndum þá taka heildarfjöldann sem liggur á bak við þessi lönd, bara 25 pluss 20 pluss 13, en ára höldum lengra, þá skulum við skella þeim í sviga hérna. Þegar þetta er svo hluti sem við erum að vinna með, en við verðum þá að deila því með heildinni í dæminu. Og heildinni í þessu dæmi, það eru ferðamannastað, eru 100 manns, það eru 100 manns sem er heildin. Og þá erum við komið svar hér. Nú skulum við hreinsa þetta bara. Svona. Og í B, hver eru líkurnar á orðið land sé í heiti lands ferðamannsins? Og það er þá hérna, við myndum nú segja Ísland, Írland og Frakkland. Við skulum þá vinna þetta á sama hátt og áðan. Við gerum bara jafnt og. Ég ætla bara að byrja strax að búa til svega núna. 25 pluss 13 pluss 12, lokum úr sveganum og deilum svo aftur með heildinni. Og þá er svarið komið hér. Hreinsum þetta. Svona. Og í C-lið, hver eru líkurnar á P eða K sé í heiti landsins? Þannig að P er allavega hér. Hérna er K. Og hérna er K. P og K. Þá tel ég að þetta sé nú komið hjá okkur. Þá bara vinnum við þetta eins og áðan. Jafnt og svigin. Það er þá 15 pluss 15 pluss 12. Loka sviganum og deila með heildinni. Þá eru komið lokasvarið C og þá er dæmið búið.